Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 21. mars. Það ekki oft sem maður verður orðlaus en það stappaði nærri því í gærkvöldi þegar fréttir bárust af því að Ásthildur Lóa Þórsdóttir, barna- og menntamálaráðherra, hefði sagt af sér embætti út af hreint ótrúlegu máli sem teygir anga sína 35 ár aftur í tímann. Hún fyrst ráðherra í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur til þess að segja af sér og pólitíkin leikur einfaldlega á reiðiskjálfi. Ég hef fengið 2 ágæta stjórnarandstöðu þingmenn til þess að setjast hér niður með mér á eftir, þau Snorra Másson og Diljá Mist Einarsdóttur og þau ætla að ræða pólitíkina og hvernig þetta blasir við þeim. Málefni Ásthildar Lóu eru reyndar ofarlega að baujað öðru leyti einnig í þættinum því að þeir Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður og Árni Helgason, lögmaður og varaþingmaður, þeir ætla líka að koma hingað og ræða fasteignaviðskipti Ásthildar Lóu sem eru með hreinum ólíkindum. Upplýst var þau í dómi héraðsdóms fyrir ekki svo löngu síðan. En það eru fleiri mál sem við ætlum að ræða hér. Eitt af því auðvitað byrlunarmálið sem hefur skekið Íslands samfélag og við höfum fjallað rækilega hér á þessum vettvangi. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hyggst núna taka málið fyrir. En það ekki allir á eitt sáttir við þá ákvörðun Vilhjálms Árnasonar formannsnefndarinnar að fara í þá vegferð. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélagsins, sendi frá sér harðorða yfirlýsingu í vikunni og sagði að þingið ætti ekki að rannsaka ríkisútvarpið og þá blaðamenn sem tengjast þessu ótrúlega máli, heldur ætti þau að rannsaka lögregluna og störf lögreglunar í tengslum við rannsókn á þessu sama máli. Yfirlýsing formanns Blaðamannafélagsins með hreinum ólíkindum, leyfi ég mér að segja, en þó ekki jafn miklum ólíkindum og þeim að formaður Blaðamannafélagsins neitar að mæta hér til viðtals til þess að ræða þessa yfirlýsingu og það hvernig þetta mál blasir við henni. Við hvetjum formannin hugum prúða til þess að snúa að þeirri leið og hvetjum hann til að mæta hér að viku liðinni til þess að ræða efnisatriði málsins. Það henni ekki nein fyrirstaða, trúi ég. En það eru fleiri sem hafa lagt orð í belg um þetta mál og telja að stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin sé á villigötum, að hún megi hreinlega ekki rannsaka blaðamenn, fjölmiðla eða ríkisútvarpið sem nú nefndar opinber stofnun. Sigmar Guðmundsson skrifaði mergjaða grein á Vísi þar sem hann tók til varna fyrir sinn gamla vinnustað og Sigmundur Ernir Rúnarsson sem þar starfaði reyndar árum áður líka, hann lýsti því yfir að hann væri mjög ósáttur við það hvernig stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin hygðist ganga fram. Ég bað þessa öflugu fyrrum fjölmiðlamenn og kollega að koma hingað og ræða þetta vegna þess að við viljum auðvitað fá efnislega umræðu málið en þeir báðust undan viðtali. Maður velti fyrir sér hvaða málstað menn hafa verja þegar þeir treysta sér ekki til þess að eiga orðastað við fjölmiðla mál sem þetta. Við eigum erfitt með að meta það, fyrst að þeir kom ekki en kannski snýst þeim hugur eins og formanni Blaðamannafélagsins dag 1. En fleiri mál af vettvangi. Halla Bergþóra Björnsdóttir, hún lögreglustjóri í Reykjavík. Hún hefur þrívegis hætt rannsókn á máli Solaris samtakana. Samtökum sem hafa farið mikið hér á síðustu árum, söfnuðu nærri 100 milljónum í þeirri vegferð að koma Palestínumönnum út af Gasasvæðinu til Egyptalands og áfram hingað til Íslands í öruggt skjól. Það hafa vaknað grunnsemdir að söfnunin sem slík hafi ekki staðist lög né heldur meðferð fjármunana þegar þeir voru komnir að landamærunum að Gaza. Spurningin hvort að þeim fjármunum hafi verið varið til þess að múta embættismönnum eða öðrum til þess að koma fólkinu út af svæðinu. Það vitum við ekki fyrir víst en auðvitað nauðsynlegt að fá úr því skorið enda mega Íslendingar ekki stunda slíka starfsemi á erlendri grundu frekar heldur en hér heima. Við þekkjum nú mútumál fræg, meðal annars Samherjamálið svokallað sem teygði anga sína til Namibíu og margir hafa farið mikinn út af. Það hefur ekkert út úr því máli komið eins og við höfum séð í fréttum að undanförnum, en þeir sem hæst hafa látið alvarleika þeirra meintum mútugreiðslna ættu að láta sig þetta mál varða einnig, jafnvel þó að málstaðurinn sé hugsanlega góður. Og það gott að ríkissaksóknari hafi tekið í lurginn á lögreglustjóranum og vonandi fáum við efnislega niðurstöðu í þetta mál sem allra fyrst. Og talandi þessi mál öll sömul, stöðu innflytjenda, hvernig okkur tekst að halda utan þau mál. Mér ákveðla sýningu hér tölfræði sem birt var í vikunni á alþjóðlegum vettvangi sem sýnir fjölda þeirra barna og ungmenna í Svíþjóð sem tengjast eða eru grunuð í morðmálum í landinu. Svíþjóð nú nágrannaríki okkar og hefur lengi verið talið eitt friðsælasta ríki veraldar en ekki lengur. Árið 2013 voru 16 börn grunuð í morðmálum í landinu. Í fyrra voru þau 395 eða tæplega 400.
Ég hef séð viðtal við yfirmann barnaverndarmála í Svíþjóð og hún segir að ástandið sé algjörlega stjórnlaust og þetta tengist uppgangi glæpaklíka í landinu. Það eru glæpaklíkur sem að eiga rætur sínar erlendis og hafa fyllt gríðarlegum straumi útlendinga, innflytjenda til Svíþjóðar síðustu árum. Stóra spurningin er þegar maður sér þessar tölur, hvort að ástandið sé orðið algjörlega óviðráðanlegt í Svíþjóð. Og aftur spyr maður, getur verið að þetta ástand sé einnig að verða veruleika hér heima á Íslandi. Morgunblaðið hefur fjallað mikið að undanförnu skelfileg mál í Breiðholtsskóla og hefur fengið bágt fyrir vegna þess að það hefur ekki mátt taka lokið af þeim potti, en við gerum það nú samt. Heimildir spursmála herma að aðal hrottin í því máli sé 12 ára drengur sem hafi haldið skólanum og félögum sínum þar, kennurum og foreldrum í hálfgerðri herkví alveg frá því hann kom í skólan 8 ára gamall. Hann af erlendu bergi brotinn og faðir hans hafa eitrað andrúmsloftið sömuleiðis. 2 kennarar sem að kenndu drengnum sögðu farir sínur ekki sléttar. Hann kallaði þær, sagði öllu heldur að hann þyrfti ekki að hlýða þeim að taka mark á þeim því að þær væru ógiftar, þær væru konur og þær væru ljóshærðar. Eins og við vitum þá aðeins einn kynþáttur sem ljóshærður og við vitum út frá þessu að kynþáttahatur grasserar á Íslandi, ekki aðeins auðvitað gagnvart útlendingum sem algjörlega óþolandi, heldur líka meðal hópa útlendinga sem að hingað koma til þess að lifa á þessu samfélagi. Þetta gríðarlega alvarlegt mál og við þurfum að eiga samtal þetta og að það verður að vera hægt að ræða þetta á opinberu vettvangi. Þetta mál þess eðlis og það mikilvægt að við sjáum einhverjar framfarir bæði hjá skólayfirvöldum í Reykjavík en yfirvöldum líka almennt í því að reyna að stemma stigu við því að uppgangur rasisma, haturs og ofbeldis fái þrifist innan skólakerfisins. Við munum halda áfram umfjöllun þessi mál hér á vettvangi Morgunblaðsins á komandi vikum. Þið getið stólið á það. Áður en að þessu kemur, þá ætlum við að ræða málefni Ásthildar Lóu sem nú hefur sagt af sér sem ráðherra og einnig fasteignamálin hennar og í lok þáttarins kemur hingað Guðni Ágústsson fyrir formaður Framsóknarflokksins sem að segir farir sínar og Framsóknarflokksins ekki sléttar. Hann telur að það þurfi mikið endurreisnarstarf eiga sér stað til þess að þessi 109 ára gamli stjórnmálaflokkur eigi sér viðreisnarvon. Fylgist þið með. Litla ládeyðan sem einkenndi samfélagsmiðlana fyrstu daga vikunar. Maður vissi bara ekki hvort fólk væri lífs eða liðið. Greinilegt að byrjandaglans nýrra þingmanna sé á bak og burt og alvaran nú tekin við. Miðja viku urðu þó einhverjar hreyfingar á miðlunum en svo í gær þá bara búm, sjagga, lagga, Ásthildur Lóa all over the place. En byrjum á byrjuninni. Dóra Björt hélt stríðinu að einkabílnum áfram í vikunni þar sem hún hvatti fólk til að taka strætó vegna nýrra rauntíma upplýsinga á leiðakerfinu. Allt svo einfalt og frábært. Einmitt, þú þarft í það minnsta að vera prófessor í umhverfisrétti til að skilja þetta blessa strætókerfi. Hanna Katrín lagði fram nýtt frumvarp stjórn fiskveiða sem eykur kröfur gagnsæi eignarhaldi í sjávarútvegi. Fagur fiskur í sjó, brettist upp á halanum með rauða kúlu á maganum. Ok, ég skal hætta núna. Halla Hrund brosti sínu breiðasta þegar hún hafði lokið við sinn fyrsta flutninga á þingsályktunartillögu varðaði orkuöryggi landsmanna. Vel gert hjá Höllu, en einhverjir yrðu nú frekar óttaslegnir við að sjá þetta brosa nætulegi. Dagur B. Eggertsson stærði sig af eigin verkum í borginni og slengdi fram before and after mynd til að sýna fólki að svart á hvítu hvað hann hafi staðið sig vel sem borgarstjóri. Já, Dagur, þú ert alveg ágætur. Vantar samt strá, bragga og pálmatré á þessa mynd, svona punktin yfir yðið. Guð góður hvað ríkir mikill kærleikur í röðum Viðreisnar. Þorgerður, Marja Rut og Ingileif fóru í einhverja lúxusvinnuferð á Vestfirði í vikunni og funduðu þar með öllu sem hreyfðist. Fólki, köttum og bara öllu. Þar var líka knúsast mikið og svo að sjálfsögðu dýfðu þær tásunum í hinn víðfræga poll. Diljá Mist lét vel í sér heyra og úthúðaði hinnu margrómuðu jafnlaunavottun sem allir elska að hata. Kallaði hún jafnlaunavottunina láglaunavottun og það sko ekki út af því að hún svo lág í loftinu. Það út af einhverju allt öðru. Kristrún og Heiða Björg handsöluðu kærkomna samninga á milli ríkis og sveitarfélaga sem marka mikil tímamót. Að sjálfsögðu hentu skvísurnar í sjálfu af þessu tilefni og gerði Alma Möller sér lítið fyrir og fótóbombaði sjálfuna. Stelpur, þið vitið að það bannað að skilja út undan. Íris Róbersdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, kom víða við í vikunni. Johnny Bravo eða Jóhann Páll, hann var svo hrifinn af erindi Írisar að honum fannst tilefni til að deila því á grammi sitt. Þau eru sammála á Pretty Boy Choco. Það vantar smá hita á klúbbinn. Jarðhiti jafnar leikinn. Ásthildur Lóa fékk svo góða heimsókn.
Sko frá Íris Róberts, ekki þessum fyrrverandi 15 ára elskuga eða hvað maður kallar þetta fíaskó. Þar ræddu þær menntamálin af mikilli alúð áður en allt sprakk í loft upp og Ásthildur Lóa sagði af sér. Hvað bingóið sem Flokkur fólksins bauði á mánudaginn, heldur það enn dagskrá eða? Hvernig stemningin? Bingo, bango, bongo í fjörgin? Sjáumst þar. Herragarðurinn, klæðir þig vel. Þetta Payday, bókhaldskerfið sem auðvelt og einfalt í notkun. Payday, næstum því of auðvelt. Your body is a temple, your body is a castle, so work it. I said just work it. Your body is a temple, your body is a castle, so work it. I said just work it. Stay comfy. Komið sæl að nýjum. Það veit enginn hvað nýr dagur ber í skauti sér. Við kynntumst í gærkvöldi þegar fréttirnar af afsögn Ásthildar Lóu Þórsdóttur bárust út ljósvakann. Við þurftum að gera breytingar á skipulagi þáttarins og höfum núna fengið til okkar tvo góða gesti úr þinginu, stjórnarandstöðu þingmennina Diljá Mist Einarsdóttur og Snorra Másson. Diljá Mist situr eins og þið þekkið fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins á þingi og Snorri fyrir Miðflokkinn. Já, nú er vika síðan að forsætisráðherra var gert viðvart málið og það hefur nú staðfest. Þið hafið ekki orðið vör við einhvers konar titring á stjórnarheimilinu eða einhverja óeðlilega hegðun? Það alltaf titringur á stjórnarheimilinu. Það auðvitað líður vallast á dagur. Þetta náttúrulega orðið fjórða eða fimmta svona neykslismáli sem að ríður við þessa ríkisstjórn og á 3 mánuðum. Já, á þessum nokkru vikum sem eru liðnar af þessu samstarfi, þannig að maður nú kannski aðeins farin að venjast þessum æsifréttum af ríkisstjórninni. En þetta auðvitað óbúslega óþægilegt mál og hugum hans lítur auðvitað að vera líka hjá fjölskyldumeðlimum og öðrum aðstandendum sem að verða einhvern veginn hluta þessum fréttaflutningi án þess að hafa valið sér vígvöll stjórnmálana til þess að starfa á. Þannig að án þess að ávarpa það sérstaklega þá þykir mér þessi aðkoma forsætisráðuneytisins og annarra sem hafa haft þessar upplýsingar undir höndum bara mjög umhugsunarverð og það verður auðvitað verkefni fyrir okkur í stjórnarandstöðunni og þinginu að takast á við það. Já, ég meina fólk náttúrulega, þetta hefur ekkert verið á allra vitorði, heldur þarna komin ábending til forsætisráðuneytisins fyrir einhverju tíma og þegar þú spyrir hvort að maður hefði orðið var við einhver titring, ekkert frekar en kannski verið hefur almennt og það heitir kannski ekki titringur, heldur einhvers konar yfirbragð ákveðinar meðvirkni með því sjónaspili sem fylgir Flokki fólksins og hefur gert frá því að þetta upphafi, frá þetta hófst hérna. Maður sér þingmenn stjórnarinnar stundum og jafnvel ráðherra svona hálfpartinn, þannig að maður lýsir því bara hvernig maður upplifir þetta, svona hálfpartinn stundum þurfa að brosa svolítið gegnum tárin yfir því að þetta kom upp alls konar mál hvert að fætur öðru og núna náttúrulega af slíkri stærðagráðu að þetta hefur verulega áhrif á þetta stjórnarsamstarf, því verður ekki neitað, maður sér það bara á blaðamannafundi þegar þær koma þarna Inga Þorgerður og Kristrún að þær að svara fyrir þetta eins rólega og varlega þær geta og gæta þess hvernig þær velja orð sín vegna þess að þetta viðkvæmt mál og það skiptir miklu máli að fólk fá að vita nákvæmlega hvernig að þessu var staðið að hálfu til dæmis forsætisráðuneytisins. En maður sér á þeim fundi, ef maður fer að lesa í svipriði þeirra sem að tala, þá sér maður að Kristrún að tala enn og aftur að vanda orð sín vel og horfir í sífellu til Þorgerðar, svona eins og til þess að fá kannski ekki staðfestingu en svona, einhverja á samsinni því meir og minna í grófum atriðum hvað Kristrún sjálf að segja, en hún horfir aldrei til Ingu í sama tilgangi. Og þetta gefur manni enn á ný og staðfestir þessa upplifun manns að þetta stjórnarsamstarf byggist á, virðist vera einhverju traustu samstarf á milli Samfylkingarinnar og Viðreisnar sem eru kannski með áþekkt markmið í megin málum en að flokkur fólksins sé, eða sko að þau séu kannski einhverju leiti með flokk fólksins en ekki með flokki fólksins. Þau eru með þennan flokk í þessu stjórnarsamstarfi. Taldi í fanginu. Já, einhverju leiti, já, það er allavega, þegar svona mál kemur upp og verður því ekki lýst öðru vísi. Og það er þetta sagt með fullri virðingu fyrir flokki fólksins. Þetta er bara, þau eru með ákveðna pólitík og alls konar fólk þetta sem hefur verið lýðræðislega kosið. En Samfylkingin og Viðreisn, maður spyr sig,
hvenær menn ætla að fallast á, sko, hvað þeir voru að gera með að fara í þetta stjórnarsamstarf þegar fjöldi annarra kosta var í boði. Viðreisn sér náttúrulega þarna í flokki fólksins tækifæri til þess að fá, kannski líklega eina flokkin sem þeir höfðu val á inn í þetta samstarf til þess að keyra gegn þetta Evrópuverkefni, gegn vilja mjög margra. Og Samfylkingin, flokk fólksins, kannski sjáðu hann þá bara sem þessa tryggustu leiðin í forsætisráðuneytið. Að vera stærsti flokkurum með forsætisráðuneytið. Þú sérð framferðið þeirra, þau eru að undirstrika sína áhrif, þau vildu forsætisráðuneytið, þau vilja stærsta þingflokksherbyggið, flokkur fólksins þarna og átti að verða vandræðalaust að taka hann með í þetta og annað virðist vera að koma á daginn, sko. Maður tók eftir því á þessum blaðamannafundi sem við nú reyndar held ég lengi í minnum hafður að Kristrún á einu tímapunkti setti ofan í við Ingu Sæland, hún eiginlega tekur af henni orðið og ég leyfi mér að segja að nokkur yfirlæti talar til hann og segir það mitt að svara þessu, kæra vinkona. Já, Inga mín. Það fara að kárna gamanið. Já, Inga mín. Væntanlega henni líka, henni ekki hlátur í huga. Ég meina, Kristrún manneskja með metnað sem vill vinna hlutina faglega og af afli og koma fram stöðugt. En hún sífellt í einhvers konar slökkvistarfi. Já, en það hefði ekki átt að koma neitt óvart. Ég ætla að leyfa mér að segja það að allir þessi stjórnmálamenn hafa metnað og sérstaklega metnað fyrir sínum málstað og sínum stefnumálum. En framganga og þessi ólíkinda háttur þingmanna flokks fólksins, þetta engum að koma óvart sem hefur starfað með þessum flokki undanfarin ár og það hafa Kristrún og Þorgerður sannarlega báðar gert. Inn í þinginu þá? Inn í þinginu og ættu að þekkja. Og hvað er þetta vísi? Hefur þú bara orðið vörfið það þá í þingstörfunum að þetta væri einhvern veginn ótraust? Maður þarf ekki að starfa í þinginu til þess að sjá það að þetta er oft ólíkinda tól í flokki fólksins og hvort sem á sveitarstjórnarstigi eða í þinginu að þau geta oft verið mjög ódreiknileg og svona óhefbundin í allri sinni framgöngu og nálgun. Þannig að það eru þetta mikill séns sem að þessar forystukonur taka með því að veðja á samstarfi þennan flokk. Og hafa uppi stór orð, sko, annars að því fyrir að fylgja ábyrgð, en svo kemur ábyrgðin og þá reynist hún ansi þung byrði að bera, sko. Og hvað munu kjósendur þessar flokka, Viðreisn og Samfylkingar, hvað mun þeim finnast um þetta samstarf? Ég held að meginatriði sé í þessu að það, sko, mér finnst þetta kannski engum vera einhvers konar erkidæmi það sem ég hef allan upplifað frá upphafi þessu stjórnarsamstarfs. Að það meira en að segja það, að vera með svona mál í hverju viku, og ég segi ekki svona mál, en einhverja nýjar uppákomur sem eru í raun og veru utan hinnar efnislegu pólitíkur, utan þess hvað menn að reyna að gera í pólitíkinni. Þetta svona einhver persónuleg fíasko. Já, og óviðeigandi ummæli jafnvel, til dæmis eins og við höfum séð í tengslum fjölmiðla og annað eins, eitthvað sem þyrfti ekki að vera að trufla, en sannarlega að trufla. Og svo fer fólk núna og trommar upp með það í tengslum við þetta ráðuneyti að já, Ásthildur Lóa sé búin að taka þessa ábyrgð í ljósi þess hvað mikilvæg verkefni eru inn í ráðuneytinu. Og það ekkert óumdeilt að þar sé allt gott það sem þaðan kemur. Hún hefur verið að reyna að keyra í gegn þetta frumvarp, til dæmis þetta námsmat, frumvarp sem að mínu mati og að mati sjálfstæðismanna sem eru með mér í allsherjarnefnd, alveg augljóslega ekki til þess fallið að bæta það sem þarf að bæta úr í þeim efnum. Það er komið alveg í ljós að þetta ekki það samræmda námsmat sem fólk að kalla eftir og allir eru sammála flestir eru sammála málsmetandi að þurfi að koma. Þetta þetta eitthvað annað. Þetta ekki góð mál að mínu mati, þannig mér finnst líka þetta með að það sé sem gil synd að trufla störf ráðuneytisins og hver tekur þá ákvörðun? Hver tekur ákvörðun Ásthildur hætti þarna? Á grundvelli þessar upplýsinga, því að eins og segi, við getum alltaf verið margar klukkutíma að ræða meðlans efni þessa blaðamannafundar. Þar segir Kristrún að hún hefði fengið staðfestingu á þessum upplýsingum hvort það hefði verið í gær. Og það mun þá hafa verið, maður getur ekki skilað öðruvísi, en í gegnum fjölmiðilinn, þá er RÚV, sem var þá búin að staðfesta þessar upplýsingar. Það var þá ekki flóknara fyrir Ríkisútvarpið að staðfesta þessar upplýsingar en sem nemur þarna einhverjum vinnudegi fréttamanns. Sem ráðuneytið þau sjálft haglega geti gert. Vinnudegi fréttamanns? Hefði ekki verið hægt að sannreyna þessar upplýsingar bara með því að fletta þessu upp í þjóðskrá? Eða Íslendingabók, sko? Eða sýnt þessu einhvern áhuga. Það verður ekki annar ráðið af orðum forsætisráðherrans í þessu viðtali áðan en að það hafi hreinlega ekki nokkuð verið aðhafst frá því að þessi ábending berst í fyrsta skipti og þar til að fjölmiðill komin að snóður máli. Mér langar til að spyrja út í eitt atriði hvað þetta var. Það varðar meintan upplýsingarleka eða trúnaðarbrest sem að verði í samskiptum fyrir tengdamóður, barnsföður Ásthildar Lóu og ráðuneytisins. Kristrún segir að það sé af og frá í ljósi þess að viðkomandi hafi sagt að barnamálaráðherra mætti sitja fundinn ef að því yrði og Kristrún
segir á þessum blaðamannafundi að það gæti ekki hafa átt að ríkja trúnaður það fyrst að það átt að halda þennan fund. En eins og Kristrún talar og ég hef nú aldrei heyrt þetta hugtak notað jafn oft einkafundur með forsætisráðherra. Þetta flestir fundir með forsætisráðherra séu einkafundir í eðli sínu. Hún tekur ákvörðun að þessi fundur fari ekki fram. Breytir það ekki heimildinni til þess að útvíkka trúnaðinn efnið? Það er alveg ljóst að við munum þurfa að fara hún saumana á þessu í þinginu því að ég upplifaði eins og þú, Stefán, að það sé eitthvað mis í þessari frásögn eins og maður hefur skilið hana og það er eitthvað sem ekki stenst þarna skoðun. Það er tekin eins og þú bendir á ákvörðun að verða ekki við þessari fundarbeini og af hverju er þá tilefni til þess að bera fundarbeinina undir viðkomandi ráðherra? Hvert er tilefnið? Og hvernig felur það ekki í sér þá rofa og trúnaði? Sem eru þetta rík trúnaðarskylda sem hvílir á opinberum starfsmönnum og graf alvarlegt ef það reynist að vera svo að trúnaðar hafi verið rofin við viðkomandi sem sérstaklega óska eftir trúnaði þó að hún hafi ekki eins og þurft að gera það. Sko, ég held að ég þekki ekki nákvæmlega hvernig ákvæðið trúnaði, ef einhver kemur inn í opinbera stofnun með upplýsingar einhvern, hvaða rétt viðkomandi hefur á að bera hönd fyrir höfuð sér, hafa upplýsingar málið. Ég held að það sé örugglega flókið mál að átta sig á því. Ég held að aðalatriðið sé að átta sig á því að forsætisráðherra fær þessar upplýsingar og það er ekkert sem bendir til þess að hann hafi áhuga á því að afla sér frekar upplýsingamálið eða aðhafast nokkuð og það er þá hennar val og það er þá bara eitthvað sem mér finnst í raun og veru vera fyrirliggjandi að það sé þá að einhverju leyti bara pólitíska ákvörðun að gera það ekki og þá spyr ég mig, það sem menn hafa verið að halda á lofti þetta frá upphaf þessa stjórnarsamstarfs að það sé svona gífurlegu trúnaður og svona ótrúlega þægileg og fljótandi samskipti þarna á milli eins og maður er, ég ætla ekki að segja gaslýstur með í sífellu en þessu er haldið á lofti. Er það þá raunin þegar ástandið er slíkt, þegar samskiptin eru svona greið og þægileg að menn get ekki einhvern veginn fundið leið til þess að koma svona málum á einhverja hreyfingu, getum við athugað þetta, getum við rætt saman í staðinn fyrir að þetta sé svona viðkvæmt að menn bara hreinlega frjósi og aðhafist ekki neitt sem er þá einmitt það sem menn hafa svo oft talað í svona málum að ég held að ef þetta væri á hinni hliðinni þá væri mjög margir fljótir að tala þessi klassísku orð, þöggun og leyndarhyggju og annað eins. Þó maður sé sjálfur, ég get alveg haft eitthvað skilning á að menn rjúki ekki að staði svona málum, en það er bara ekki. En þú ert þá að gefa þér að matið hafi verið það að viðkvæmar upplýsingar væri að ræða eitthvað slíkt. Önnur skilning getur verið svo að forsætisráðherra hafi hreinlega látið sér þetta bara í létturúmi liggja. Ekki átt að sjá alvarleika mál. Ég meina maður velti því fyrir sér og ég bara segi það aftur, hún hefði getað sannreynt þessar upplýsingar með því að fletta þeim upp á netinu og eða bara einmitt taka upp símann og hringja og hvað veldur því forsætisráðherra tekur ákvörðun það að bíða með það í heila viku að sannreyna upplýsingarnar og í rauninni gerir það ekki fyrir að það er yfirvofandi fréttaflutningur málið. Hún segir að málið hafi verið opið í málaskrá ráðuneytisins. Opið í málaskrá, hvað þýðir það? En svo er ákveðið misræmi líka í því að Kristrún segir í þessu viðtali núna, með minnir hún hafi orðað þannig að síðan á einhverjum tímabúti hafi sannleiksgildi ásakana, með minnir hún notið það orðið að allan að sannleiksgildi upplýsingana komið fram, eða þetta verið staðfest. Og hvað þýðir þá? Sannleiksgildi hvaða ásakana, hvaða upplýsingar, hvað eru menn þá að fallast á að hafi verið misjafnt í þessu máli? Þetta er náttúrulega flókið mál, þetta er gamalt mál og margar hliðar og fólk hefur mjög skiptar skoðanir á því hvað sé hver alvarleikinn sé. Það er bara mjög skiptar skoðanir. Þetta er allt annað tími, ég er ekki fæddur þarna, en ég á raunverulega erfitt með persónulega að setja mig inn í það og einhvern veginn leggja mat á það. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir hefur nú hreinlega lýst yfir, hún sé bara ánægð með að barnamálaráðherra hann hafi svona í farteskinu. Já, það er nú nýtt í pólitík. Og Sigmundur Ernir tekið hjartanlega undir. Það er nú nýtt í pólitík að fólk segir því meiri breyskleiki því betra, en eins og ég er ekkert að setja mig í það, en ég er samt að velta fyrir mig hvað á Kristrún þá við með að segja eitthvað sannleiksgildi hvers hafi verið staðfest. Á sama tíma og Inga Sæland tekur sig til og í raun og veru stillir málinu þannig upp að hina sanna fórnarlamb í þessu máli sé Ásthildur Lóu og það er svona þannig sem hún sér þetta frá sínum bæjardyrum. Þannig að þarna er að mínu mati, það verður ekkert dregið neitt yfir það að þarna er ágreiningur megin atriði í þessu máli innan ríkisstjórnarinnar. Og hvernig ætla þá fólk að starfa áfram að þessum þjóðþrifamálum sem ég reyndar fegin að fari á pásu núna. Þjóðþrifamálum? Já, þjóðþrifamálum. Hvernig ætla menn þá að starfa áfram að því? Hver verður ráðherra? Hvernig ætla menn að finna sátt í þessu umhverfi nýjan ráðherra í málaflokknum? Þegar Ásthildur Lóa var sannarlega, hún þurfti þarna tíma til að fóta sig og var komin inn í þessi stóru og erfiðu mál, en núna er því öllu sópað út af borðinu. Það tapast tími. Þetta er alvarlegt fyrir stjórnmálum. Þetta er alvarlegt að þetta sé að þróast.
fara aðeins yfir ráðherrastólinn og ráðherrakapalinn sem að geti verið framöndan hér rétt á eftir, en það annað atriði sem að mér langar til að bera undir ykkur. Það er misgengi í frásögnum Kristrúnar Frostadóttur og Ásthildar Lóu. Kristrún segir að samskiptin þetta mál hafi verið milli aðstoðarmanns forsætisráðherra og aðstoðarmanns barnamálaráðherra. Ásthildur Lóa segir að aðstoðarmaður forsætisráðherra hafi komið beint til sín í þinginu og borið undir hana spurningar þetta mál rétt áður en hún fór í fyrirspurnatíma í þinginu. Þetta allt skjalfest. Þessir agnúar á í raun tímalínunni og atvikalýsingunni núna síðustu dagana, þetta mál sem að stjórnskipunar eftirlitsnefndin tekur fyrir í þinginu? Hvers verk það að varpa ljósi á þetta, annar en mögulega fjölmiðlana sem að þau ætla að taka styrkina núna? Já, munið þið hafa fjármagn? Það er spurning. Nei, ég meina, það kannski sjálfur sér útfærslu atriði hvaða nákvæmlega eining á að taka þetta umfjöllunar. Ég held að við höfum ríkt svigrúm innan þingsins og í fjölmiðlum annað eins til þess að reyna að varpa eins miklu ljósi á það og við getum. Vegna þessa, það sem hún segir, þótt þetta virðist kannski smásmögulegt, hver sýndi hverjum hvað, þá finnst mér að samt skipta ákveðnu máli í því að reyna þá að því að við höfum ekkert annað en bara okkar tilraunir til þess að ráða í rúnina, hvað vakti fyrir forsætisráðherrann, hvað vildi Kristrún gera með þetta mál, og það eru bara svona kannski atriði sem geta varða veginn í að auka skilning okkar á því. Þess vegna skiptir þetta máli þótt að þetta virðist vera smáatriði. Ef menn eru bara hreinlega, það er misræmi og Kristrún hefur tekið af öll tvímæli sína útgáfu af málinu. Þannig að núna stangast þetta á. Það skiptir líka máli varðandi það hvort að raunverulega trúnaður hafi verið brotin. Það skiptir auðvitað líka máli. Að við fáum fram tímalínuna og hverjum bárust þessar upplýsingar og af hvert var tilefnið. En þeir eru búin að fara yfir ef að var búið að ákveða verða ekki við þessum fundi og svo framvegis ef að þetta voru samskipti á milli tveggja aðstoðarmanna. Hversu langt náðu þessi samskipti, hversu margir voru inn í þeim og eins og Snorri bendir á, það höfum við ýmis verkfæri til þess. Ég ger nú ráð fyrir því að þetta verði fyrsta mál dagskrá í óundirbúnum fyrirspurnatíma eftir helgi. Finnst það ekki ólíklegt? Það þá orðin undirbúin fyrirspurn fyrir þau. En sko, aðalatriði þessu líka þetta að ef að þetta er rétt að Kristrún hafi verið komið með upplýsingar um málið, þó að sko, eins og hún segir sannleik skildi hafi ekki verið staðfest þegar. Sko, hvernig þá niðurstaðan leið og fjölmiðli komin að snóður málið, þá er alveg mjög rakið fyrir greinilega allar forystukonur þessar ríkisstjórnar, Ingu, Þorgerði og Kristrúnu, að taka fund með ráðherranum, þar sem að ráðherrann hefur að sögn þeirra allra eigin frumkvæði að því að segja af sér ráðherradómi, en hún sko telur sig auðvitað vamlausa í málunni. Hvers vegna segir hún af sér ráðherradómi án þess að, og hún gerir það auðvitað ekki sko eins og maður reynir að leyfa sér að lesa þetta utanfrá án þess að hafa þá tilfinninguna að þarna sé ekki fólk sem er að fara að styðja hann áfram. Þannig að það er auðvitað, það er ekki aldrei gert í samhengisleysi þessi ákvörðun. Þannig að hún er henni ríkt frá völdum þegar fjölmiðill komin að snúður mál. Já, það er greinilega ástæða. Það er ein leið til að skilja þetta. Bara á persónulegum nótum þetta eins og atvikalýsingin 35 ára aftur í tíman blasir við. Er þetta eitthvað sem er undirorpið ólíkum tíðaranda eða er þetta svívirðilegt? Er þetta eitthvað sem kallar á tafarlausa afsögn ráðherra? Ég skal ekki segja, raunverulega sko. Ég hef bara ekki nægar upplýsingar um það hvernig persónuleg tengsl þessara einstaklinga voru að þessu stigi eða hvaða ég meina fólk slengir fram alls konar hugtökum eins og valda, ójafnvægi og öðru eins og það er sjálfsagt þættir sem að menn geta litið á við mat á slíku. En ég tel mig ekki umkomin þess að raunverulega segja af eða á í siðferðislegum dómi þetta. Margir hafa áhuga á að gera það. Ég upplifi ekki sko, að ég komist að neitt niðurstöðu það. Sko. Ég bara hef ekki gögn. Finnst það að skipta máli hans í barnamálaráðherra? Sæti hún áfram ef hún væri fjármálaráðherra? Ég meina það er hægt að prófa alls konar mælikvarða og prófa að setja inn eina breytu í staðinn fyrir aðra. Ef þetta væri karl, þá væri líklega mótvæli á Austurvelli. Sko. Ég held að það er alls konar staðlar sem við höfum í hugunum gagnvart svona málum sem að við bara allir eru og maður heyrir það og sér það eru mjög skiptar skoðanir á því hvernig menn leggja þetta í dóm, svona sinn eigin siðferðislega dóm. Sko. En þetta er nú útskýring líka sem við höfum heyrt áður frá forsvarsmönnum þessar ríkisstjórnar breyttan tíðaranda varðandi svona eldri verknaði. Ég skal ekki segja, hún er búin að segja af sér, hún er búin að axla ákveðna ábyrgð með því að segja af sér og ég held að það hafi verið rétt mat að henni ekki verið
stætt að sitja áfram. Ég held að það hefði ekki verið friður það. Það mín tilfinning. En hún ætlar að skunda beint inn í þingsal þrátt fyrir það? Já, hún á það síðan bara auðvitað við, í framhaldinu við sína samflokksmenn og síðan seinna meira við sína kjósendur. En stóra máli núna finnst mér vera þessi aðkoma forsætisráðuneytisins og þessi mynti trúnaðarleiki og svona hvernig, og viðbragðsleysið auðvitað allan þennan tíma. Og svo langar mig líka að nefna annað sem auðvitað aðkoma Viðreisnar, eða hver hún hafi verið. Vissu forsvarsmenn Viðreisnar, hafðu þeir einhvern ávinning af þessu máli? Þeir hafa nú gengið út úr ríkisstjórn af minna tilefni, þannig að maður lítur að velta því auðvitað fyrir sig líka í þessu samhengi. Já, það var það ekki meint leyndarhyggja og þöggun og annað eins sem voru orð dagsins á þeim tíma, en það virðist ekki stemning fyrir að beita sömu mælikvörðum á flokkans og samfylkinguna. En það var nú reyndar helst Björt Framtíð sem sprakk í loft upp. Já, er þetta ekki systurflokka eða svona skild pólitísk öfl? Ég held að stóra málið, fyrir utan það sem Diljá nefnir, er pólitíkin framöndan. Það eru gífurlega risavaxin mál sem þarf að kljást við af festu í íslensku stjórnmálum. Við getum farið út í málaflokkana. Það er hvort sem það eru menntamálin sem ég var að ræða. Það er eitt mál. Það er ángi af risavöxnum úrlausnarefnum sem við stöndum fram með. Það sem allt er í klessu og við höfum nú verið að fjalla mikið á vettvangi Morgunblaðsins við lítinn fögnuð valdhafana. Þau tengjast einmitt útlendingamálunum líka sem er risavaxin málaflokkur og maður sér það að jafnvel systurflokkur Samfylkingarinnar í Danmörku er að taka undir með J.D. Vance að fjölda innflutningur sé að ógna daglegu lífi fólks í Evrópu. Það er Mette Frederiksen. Að með Kristrún Frostadóttir, ég hef ekki heyrt hana minnast á útlendingamál frá því að hún tók við embætti. Og flokkur fólksins hefur líka tekið ákveðnu upp í þessum málum. Meðan það kemur að mennta útlendingamálum. Það var boðað að stefna okkar er færð í 8 Norðurlöndum. Það verður ekkert heyrst. Það er eitt frumvarp sem er komið aðeins í gang með farþegalista sem er vandamál sem var að nokkru og verulegu marki leyst þannig að það hljómar eins og það sé eitthvað skrif. Það mál er líka eitthvað mál í blandil. Já, og ekki ljóst að jafnvel einhvers að vera að skerða einhverja heimildana þar sem það er að kafa betur og við munum gera í allsherjarnefnd, en það er bara ekkert heyrst þennan málaflokk. Og ég, eins og segi, þetta er vatn á myllu þeirra tilfinningar minnar að þessi ríkisstjórn sé ekki færum að vinna þessi verkefni sem hún boðar af svona miklum hugsjónaanda og hún ætla að gera. En þá vaknar aftur spurning sem að við vörpum þetta fram í aðdraganda þáttarins. Er þetta mál ógn við ríkisstjórn Kristrúnar? Það hafa komið upp hér mörg hneykslismál sem tengjast flokki fólksins og erfið mál sem tengjast reyndar fleiri ráðherrum. Er hún á feisnum grunni? Er ykkur hætt á því að þetta leiði til falls út á svona uppákomum? Eða er þetta leiðin til þess að forðinni frá slíku? Já, ég er ekki bara erfitt að segja til það á þessu stigi. Þetta er alltaf heildarmynd. Á einhverjum tímapunkti myndi maður vona að eitthvað myndi fylla mælinn. Þegar Samfylkingin hefur samt uppi stór orð svona manna milli að þetta sé bara fyrsta árið af 8 árum við stjórnvölinn. 8 eða 12. Þess vegna eru við komið með þetta fína þingflokksherbyggi, komið sér vel fyrir. Ef að menn eru með slíkar hugsjónir, þá þurfa þið kannski að fara að hugleiða að mynda sjálfbærari einhvern veginn samstarfsheild inn í þinginu sem þau geta treyst að sé að vinna málum en ekki reynlega, eins og þarna kemur fram, reynlega skandalisera. Já, það koma upp þessi eins og við höfum farið yfir, hneykslismál, trekkitrekk, það er auðvitað stóra Nike-skóamálið, það er nýlega dæmi sem er... Já, ég er með þetta allt í nót, og það er auðvitað ummæli dómstóla, það er ummæli fjölmiðla, það er svona nýlegasta málið sem er þetta stóra biðlunumál, varasjóður heimilina málið, og síðan bætist þetta við og auðvitað styrkir til flokksfólksins sem að styrkjamálið akkurat hvít þú algjörlega inn í fjármálaráðuneytið. Já og þegar maður listar þetta hugsa með sér. Það er kingja hans mörgur. Já er það ekki hættan maður hugsa með sér, hann lítur einhvern tímann lítur drópinu að fylla mælinn. Eða verður bara myndast ákveðið þol, þið vitið. Svona fólk sem fer að mörg slæm fyllir í röð þið vitið, það er bara einhvern veginn, það jafnast allt út og svo er það bara afréttari. Ég er að tala af reynslu annarra. Nei, það er bara afréttari daginn eftir og bara allt komi að falla í ljúg og lög, maður hefur líka áhyggjur af því. Já, ég allavega, ef ég reyna að setja mig í spor, segjum Viðreisnar, þá er þetta kannski fólk sem vill fara inn og vinna á ákveðnum verkefnum. En það er sífellt verið að sprengja áform fólks í loftu upp að því að auðvitað vilja þau líka fá umræðu í samfélaginu málin sem þau eru að vinna að. Þau eru náttúrulega að
tróða okkur inn í þetta erlenda ríkjasamband. Ég meina þau myndu vilja hafa það í forgrunni en ekki Nike-skó eða ég veit ekki hvað í þessu sko. Þú veist, ég held að þetta hljóti að þreyta fólk en þá spurning á hvaða tímapunkti ráðherrastóllinn farin að hlýja fólki of mikið. Og hver mun skipa hennar ráðherra? Já, hver mun skipa ráðherrastóri? Nú eru þarna þingmenn á fleti fyrir. Ragnar Þór Ingólfsson var nú nefndur sem mögulegur ráðherra. Hann æðsti ráðamaðurinn í fjárlaganefndinni. Eiginkona hans nú reyndar aðstóðarkona Ásthildur Lóu, þannig að hún á leiðin út úr ráðuneytinu. Sú sem að móttók þá mögulega þessar upplýsingar? Já, við vitum ekki nákvæmlega hvernig svo atburðarás var. Hann kandidatinn til að taka við þessu? Guðmundur Ingi Kristinsson hefur líka verið nefndur sem hefur verið mjög hliðhollur og traustur bandamaður Ingu. Og manni fannst hann nú hlunnfarinn við kannski að þetta líta á þessum svo við þessa ráðherraskipan en mér finnst ekkert ólíklegt úr þessu að það gerð einhver óformleg krafa af hálfu samstarfsflokkana að þetta einhver utan þings sko, maður velti því fyrir sér. En ekki einhver mörk fyrir því hversu getur skipa ríkisstjórn sem þó að fullu leyti, sko, flokkarnir að fullu leyti á þingi, það ekkert sem segir að, sko, ég meina, ef að þingmennir ekki, sko, nógu góði til að verða ráðherrar, ég meina, hvað erum við þá að tala að menn geti bara sótt í þetta úrræði sem svona, ég meina þegar Viðreisn gerir þetta þá náttúrulega fólk klórar sig í kollin, ég meina af hverju þetta gert? Það voru kallaðir utanþings ráðherrar inn í stjórninu 2009-13 en það var mjög áhugavert að sjá hversu stutt þeir endust, þeir voru bara rétt árið, bæði Gylfi Magnússon og Ragnar Árnadóttir og síðan einhvern veginn fuðraði það upp. Það ekkert sjálfsagt að vera þarna umboðslaus í ríkisstjórnarsamstarfi, við ekki alveg með fæturna. En svona auðvitað reglurnar, en maður velti í öllu falli fyrir sér. Af því þau nú með þaulreynda blaðamann innan sinna raða hann í ríkisstjórnarhópnum, hvort þau fari ekki í almennilegar bakgrunnsrannsóknir á þannig að sú ráðstöfun verður gerð. Það kannski tilefni til þess? Já, nei, það eru þarna blaðamenn að fleiti fyrir. Nei, þetta náttúrulega allt kostulegasta mál að mörgu leyti að fylgjast með því einhvern veginn, sko, eins dapurlegt og dyrrit, en þetta bara persónulega örlug fólk sem maður bara veit ekkert hvað að segja því. En það eru þetta, sko, aðalega þess að segja kostulegt, sko, fólk búið að segja við mér allan tíma, þetta sé allt svona slétt og fæl, svona frábært samstarf, en svo getur fólk ekki einu svona átt eðlilega heilbrigð samskipti í kringum svona flókin mál, sko, sem þyrfti að vera, sko, og þyrfti að vera þegar menn að segja að þeir sé að gæta góðra samskipta, gæta trúnaðar og svo framvegis. Þetta er mikið umhugsunarefni það í raun og veru á hversu traustum fótum þetta samstarf stendur, sko. Óundirbúnar fyrirspurnir framöndan í nýrri vikunefniði. Hver verður atburðarásin núna? Þau telja sig væntanlega hafa tappað nægilega af kýlinu með afsögninni í gærkvöldi. Lognast þetta mál út af helgina eftir að menn hafa gætt sér á einum kvöldum yfir Gísla Marteini? Já, við höfum auðvitað fordæmi fyrir því meðal annars úr ranni þessa hóps að það sé nú mikið veður gert skiljanlega út af því ef upplýsingum lekið með ólögmætum hætti. Þannig að þetta mál geti dregið mjög mikinn dilk á eftir sér. Ég sé það fyrir mér. Og þarna verður því ekki neita að forsætisráðuneytið sett í afar óheppilega og flókna stöðu og því miður bara það ábyrgð okkar að reyna að særa það fram, hvað raunverulega fór fram og hver var þá vilji ráðherrans og það bara það sem við munum gera. Hvernig það verður gert eins og ég segi, óundirbúnum fyrirspurnum en líka náttúrulega bara í almennri umræðu. Ég held að samfélagið hafi áhuga á þessu, ég held að það sé ekki bara þingheimur, ég held að þetta svona mál sem augljóslega allir hafa skoðun á og það allt alveg vitlaust út af þessu og það þá ábyrgð okkar sko að halda því þá lifandi þannig að fólk ekkert ástæðulausu, bara það bara vegna þess að fólk vill þá vita hvað raunverulega fór þarna fram sko. Og almenningur getur treyst á það að stjórnarandstaðan mun ekki láta sitt eftir liggja í þeim efnum og ég held að því að nú sagði hún bara strax af sér ráðherrann og eins og ég sagði axlaði ákveðna ábyrgð með því þannig að þeim þætti málsins hvað hana varðar lokið þvíleitinu til. Eftir stendur almenningur á rétt að fá að vita hvernig að þessu máli var staðið og af hverju til að mynda forsætisráðherra dregur það að fara ofan í kjölinn á þessu máli og komast til botns í því. Já, og svo var líka benda á það að Inga Sæland, hún fer þetta í viðtal og mann finnst ekki alltaf alveg fara saman hljóð og mynd hjá henni, þannig að maður noti þreyttasta frasana en öllum. En mjög skiljanlega. Hún til í mynd í alþingissalnum, í þingsalnum, að tala mjög fjálglega þetta sem kallaði tálmun í daglegu tali þegar fólk að hindra samskipti við annan foreldrann
og svo kemur þetta mál þar sem að eins og ég segi, það ekki mitt að meta hvað satt og logið í þessu. Þetta eru bara tveir aðilar að saka hvor annan sko, hún hefur sína Ásthildur Lóa sína hlið á þessu máli og svo hefur þessi barnsfaðir sína hlið á þessu máli. Stjórnvöld komin að þessu máli, dómsmálaráðuneytið og fjölskylduþjónusta kirkjunnar. Og vel að merkja þessi hlið mannsins nokkuð sem Kristrún hefur vísað til sem eitthvað sem hefur verið sannað í sannleiksgildi, einhver svona ásakanir. Ég veit ekki ennþá hvaða þátt hún var að vísa til. En það að segja, menn að taka þá frásögn að einhverju leyti trúanlega og hún var sett fram í fjölmiðlum án þess að vera reynd svona staðreyndarlega séð nema bara hvað Ásthildur Lóa færi sitt fram. Þannig að sko, Inga Sæland virðist gefa mjög lítið fyrir þann möguleika að nokkuð slíkt sé að ræða. Hún virðist mjög áfram að menn bara séu alveg saklausir öllu slíku og það eru náttúrulega ekki, ég meina, eins og segi, það ekkert mál sem var fyrir 35 árum, það bara eitthvað miklu lengra mál, þannig að ef henni væri alvara að taka svona mál alvara, þá myndi hún auðvitað allan að hugleiða möguleikann, ræða við komum að vita hvernig þetta var, ef hún vissi ekki af þessu máli að neinu leyti. Og sko, eins og segi, það þykir einhverjum gaman að fara inn í persónuleg málfólks að þessu toga, en þegar forystumenn í ríkisstjórn tala með þessum hætti, þá náttúrulega verður að benda það, hvað áttu þá við? Tekur þá bara ekkert af þessu alvarlega neinuleiti eða gerir það? Sko, þetta bara hið gamalkvæðina, sko. Það svo auðvilt að standa upp á stól og fetta fingur og benda putta í allar áttur og vera með, eins og þú segir, fjálglegar yfirlýsingar, nema þeirra að snýra mér og mínum. Þá einhvern veginn, þá gilda aðra reglur, sko. Og ég held að almenningur hlýtur að fá bara óbræði munnin ef þetta viðhorfið. Það verður fróðlegt að sjá hvernig þessu vindur fram. Við munum auðvitað fylgjast mjög náið með framvindu málum helgina og hinnum óundirbúnu fyrirspurnum í nýrri vikum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og varpa ljósað út frá bæjardyrum stjórnarandstöðunnar, Snorri og Diljá. Takk hérlega. Hér eftir örskama stund höldum við reyndar áfram með málefni Ásthildar Lóu Þórsdóttur. Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður og Árni Helgason lögmaður ætla að ræða fasteignaviðskipti sem hún átti við Arion banka. Sú saga lyginni líkust. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæla nýjum. Þau eru farin frá okkur Snorri Másson og Diljá Mist Einarsdóttir út af máli málana Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Við vorum búin að undirbúa þennan þátt hér fyrir nokkrum dögum síðan og ég hafði kallað hingað á vettvang menn til að ræða fasteigna viðskipti hennar og meðal annars samskipti hennar við Arion banka í kjölfar hrunsins. Það stórt og áhægt mál sem ekki alveg leitt í jörðu að mínu mati. Þeir eru því komnir hingað Sigurður G. Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður og Árni Helgason lögmaður og varaþingmaður og við ætlum aðeins að rekja þetta mál fram og aftur. Sælir báðu tveir. Sælir. Ég eiginlega kalla ykkur til leiks bæði vegna sem ég veit að þeir eru kunnáttu menn á sviðinu líka að því að þið hafi lagt orð í belgum málið. Og Árni, þú á samfélagsmiðlunum X, þar sem þú raktir í nokkuð stuttum máli þessa atburðarásirun. Getur þú sagt okkur hvað þetta mál snýst sem að við fengum svona NASA sjón af í niðurstöðu dómstóla í liðinni viku? Já, það sjálfsagt að fara yfir það sko. Þetta þó að sé nú kannski ekki skemmtilegt að vera að fara hún í persónuleg fjármál fólks en þá hefur Ásthildur náttúrulega í gegnum tíðina gert þetta mál dálítið opinbert. Sitt mál, sína sögu í þessu. Hennar pólitíski grundvöllur þetta mál og þessi baráttu? Akkurat og hún hefur ítrekað gert þetta mál að umtalsefni á vettvangi Hagsmunasamtaka heimilanna þar sem hún var formaður lengi og farið í svona mikinn, ég held að sé alveg ótt að segja það að orðræðan hefur verið eins og hún hefur verið með ásökunum ofbeldi og vanhæfni og ég ætla nú ekki að fara að hafa þetta allt eftir gegn hinum og þessum. Meðal annars dómstólum. Og þess vegna var svolítið frúðlegt sko að svona kannski þegar þessi dómur kemur núna fyrir kannski 2 vikur síðan eitthvað að þá svona kannski getum að loksins púsla saman hvað í raun og veru gekk á hvað þetta öll lætin snerust sko og þá kannski kemur það í ljós að það var nú ekki allt alveg kannski sem sýndist í því eða ekki allt í samræmi við það sem að svona hafi verið lýst sko þessar miklu og dramatísku lýsingar
og sko það náttúrulega þannig að hér eftir hrunið að þá þetta lentu margir í vandræðum og meðan gengistri lán ruku upp, það voru vextir á hluti, sem háir dráttavextir sem skuldla fólk og svo framvegis. Og þetta var það þannig að eftir hrun þá voru erfiðleikar víða, það enginn að gera lítið úr því. En ég þekki sem mál svolítið, ég vann mikið þessu sem lögmaður til að byrja með árunum eftir hrun og þetta var skuldauppgjörsmálum sem sannarlega voru mörg og alveg erfið árin eftir hrun en svona þeir sem að fóru í gegnum þessi úrræði og sýndu nú allavega einhvern greiðsluvilja til bankarna og svona, þeir komust, það var nú svona reyndið, þeir komust nú mjög fljótlega aftur á lappirnar og þetta var besta meðali í því síðan að fór bara að ganga betur, það fór bara að ganga betur í hagkerfinu og fólk fór bara aftur að hækka fasteignaverð og svo framvegis. Launin hækkuðu já, akkurat og þá svona lagaðist margt af þess en það varð svona ákveðin hópur eftir fannst mér sem að eftir eiginlega í reiðinni, ef maður getur orðað það þannig. Og svona smá saman, og það svona kannski þessi hópur sem varð á endanum hagsmunasamtök heimilanna og fór einhver leitin í flokk fólksins. Ásthildur Lóa og Ragnar Þór Ingólfsson hafa farið og fóru mikinn í þessu? Akkurat, sem dæmi og það var svona einhvern veginn þetta orðfæri og að svona normalísera einhverja orðræðum þessi mál sem var alveg ótrúleg. Og mér fannst aldrei hafandi unnið þessum málum sem sannarlega sem segi voru erfið rétt eftir hrunið en fengu langflest mjög farsæla lendingu. Þá fannst ég tengdi aldrei við þetta en það var svolítið svona eins og fólk bara væri búið að leyfa sér þetta að gefa eitthvað allsherjar frat í kerfið og ráðherrann nefnir sitt mál mjög reglulega og hefur tekið það upp alveg á ýmsum vettvangi og þegar svona einhvern veginn dómurinn kemur og þú getur púslað þessu saman að þá svona einhvern veginn blasir við hins vegar svo mynd að það fæst ekki betur séð en að þarna sé undir eitthvað lán sem hafi raun og ekki verið greitt af frá því að hrunið varð eða svona segjum 2009 kannski í einhver 8-9 ár. Og vissulega einhver partur af því framan af óvissa stöðu lánsins og framvegis en langflestir voru mjög fljótlega byrjaðar með að greiða eitthvað inn á lánin. Svo kemur mjög langt tímabil þar sem að virðist ekkert greitt inn á þetta lán. Það farið í nauðungarsöluaðgerðir sem lánið hjá Arion banka og það allt mikið læti í kringum það. Ráðherrann og maður hennar kæra fara í mál við bankan og held ég sýslumanni líka það eru 2 dómsmál sem að bankinn þarf að fara í gegnum og lagðar þar fram leynilegar upptökur úr nauðungarsölunni og miklu tjálta til en nauðungarsalan stendur. Og svo kannski svona það sem að dúkkaði upp og var nú kannski svona það allra skrýtnast í þessu að samt sem að vera áfram í húsinu einhvern tíma og fá svo að kaupa það aftur af bankanum. Löngu síðar. Löngu síðar, árslok 2019. Þau kaupa þetta hús, svo skynum það árið 2007 fyrir 55 milljónir, taka á þetta ríflega 30 milljón króna lán sem þá andlað þessara erfiðleika eftir hrunið. Akkurat. En hvernig lyktar þessu í samskiptu við bankana því að þau hafa nú farið hörðum orðum framkomu bankans, ekki síður en sýslumanns? Já, og það svona eitthvað sem að ég að minni reynslu í þessu málu. Maður bara hafði ekki hugmyndaflög láta sér detti í huga að fara fram á svona díl fyrir mína umbjóðendur á sínu tíma. En þetta alveg ótrúlegt að fá í raun og veru þetta 12 ára gamla verð á eignina sem blasir við mér, ég var eitthvað það er alltaf að skoða Það er alltaf verð fasteigna svo á fastin.is, svona verðsaga og svona bara gróft á liti í þessu hverfi sýndist manni nú vera markasvirði svona eignar á þessum tíma þegar þessi seinni samningur gerður örugglega 85-90 milljónir og ég hugsa svona eignir sé að fara á 130-140 í dag þannig að það var talsverð verðmæti sem þarna falla til. Bankinn ákveður að selja þeim eignina 2019 á þessu 12 ára gamla verði. Ekki venjan svo, ég þekki bara ekki til þess að bankar setja svona eignir bara einfallega marka, reyna að kalla fram markaðsverð eða þekkir einhver dæmi að menn horfi á eldgömul verð? Ég hef ekki séð dæmi þetta áður, það allavega það afskaplega sjaldgæft og ég haldið, ég meina bankar hafa ákveðnar reglur það hvernig meðhöndla fullnustu eignir og þeir maður heldur ekki gleyma því að nauðungarsöluferlið þó að það sé þetta þungt og leðilegt og erfitt fyrir fólk að þá mjög mikið möguleikum á leiðinni fyrir fólk til þess að koma og gera upp sín mál, endurfjármagna eða hvernig það En þegar að nauðungarsalinn búinn, bankinn orðinn eigandi eignarinnar, þá hann orðinn eigandi eignarinnar og bera meðhöndla það eins og hverja aðra eign sem hann með
Og þess vegna svo sérstætt sko að það einhvern veginn virðist vera langt frá allavega öllu markaðsverði í þessu. Og sko, eitt auðvitað, ok, það getur verið að þarna hafi bara náðast að gera afskaplega góðan díl eða ég hvernig bara orða þetta, en það svo fróðlegt sko að rýma þetta saman með þessa orðaræðu sem hefur verið sko, öll þessi ár, þar sem að sko hefur verið lýst alveg ítrekkuðu frati á allt þetta kerfi og svo einhvern veginn var náttúrulega, fannst mér nú ráðherrann alveg býta höfuð á skömminni þegar það farið í dómsmál til að sækja einhverja skaðabætur út af einhverjum vöxtum í þessu máli, sem ég verð nú að vikinni í sínu ekki alveg grundveldi fyrir, en hérna... Og dómstóllinn gerði ekki heldur. Nei, og dómstóllinn gerði ekki heldur og svo lætur Ásthildur Lóa út úr sér sem þá barna- og menntamálaráðherra sko að það væri, þegar dómurinn komin, það var ekki hægt að gera ráð fyrir neinu réttlæti fyrir íslenskum dómstólum sko. Sem hún reynda síðan var eiginlega neitt að þér virðist til þess að draga tilbaka. Já, sko, hún dróð það tilbaka og þetta átti að vera sagt í hita leiksins og svo framvegis sko, en mér fannst það svolítið fróðlegt líka því að, þú veist, farði í gegnum orðræðinu gegnum árin sko. Men hún hefur verið öll á þessa leið og hérna og við verðum að sko ég held við verðum að gera einhverjar kröfur til fólks þegar það auðvitað má gagnrýna niðurstöðu dómstóla fyrir skára að verða nú en svona komment sko ég meina þetta við erum nú hérna bara þú veist hvaða skilaboð sendir það út í samfélagið þegar ráðherrar leyfa sér að tala svona hvað erum við að reyna að gera hérna í kringum okkur við erum að reyna að efla einhverja virðingu fyrir lögum og reglum og kerfum og stofnunum og eigum nú í fullu fangi með það með að við fréttir hérna daglega sko og að ráðherra leyfi sér að lýsa svona frat á kerfið í ljósi allra þessar niðurstöðu til að toppa það sko náttúrulega fyrir neðan allar hellur sko. Sigurður, þú hefur komið að mörgum flóknum úrlausnarmálum í eftirleik hrunsins veit ég og eiginlega beggja vegna forsætti bæði hjá skuldurum og lánadrottnum og slíku. Hvernig horfir þetta mál við þér þegar þú rekur því í gegnum þetta og þessa dóma? Já, þetta held ég einstakt mál. Ég man ekki eftir því að nokkur af þeim skjólstæðingum sem að ég var að vinna fyrir hafi geta fengið svona díl eins og barnamálaráðherrann fékk að segja að fá að kaupa eign tilbaka á 12 ára gömlu verði. Bankarnir hafa alltaf verið mjög harðir á því að vegna þess að þeir vil ekki mismuna viðskiptavinum sínum eða skuldurum, þá vilja alltaf bara að markaður ráði því verði sem að þú þarft að greiða fyrir eignina og þú ætlar að fá hann aftur. Þannig að auðvitað þarf Arion banki að svara því, sko, var það vegna þess að þetta var orðin þingmaður sem að var og hafði þessna ákveðið vald, var verið að misnota valdið sem þingmaður til að ná fram hagstæðum kjörum í samskiptum við banka. Nú, ef að það liggur fyrir og það liggur þetta fyrir að þetta keypt á mjög hagstæðu verði og verði sem langt frá markaðsvirði, að þá nú bara ákvæði í skattalögunum og skatturinn hlýtur miðað við það sem hann hefur verið að gera gagnvart öðru fólki. Nú þetta bara upplýst, þá hlýtur skatturinn að skoða skattskil þessara hjóna með tillit til þess að þau þurfa að telja sér til tekna mismuninn á kaupverðinu og þekktu markaðsverði á svona fasteignum á þeim tíma þessi viðskipti á sér stað. Það bara getur ekki annað verið. Þetta tekjuskattskylt? Þetta tekjuskattskylt. Er það bara augljóst? Já, það bara ákvæði 57. grein tekjuskattslagana sem fjallar óeðlilegt verð í viðskiptum. Og það bara hægt að færa þá auknar tekjur til samræmis við það sem þá talið markaðsverð á viðkomandi hlut. Og þú telur þá að skatturinn muni skoða þetta og þá það væntanlega mismunur á þessu 12 ára gamla verði og markaðsverðinu? Já, sem að þetta tekjuskattsskyldur. Já, það getur verið allmargar jafnvel 20 milljóna. Já, það ef svona hús kannski komið á 90 milljónir þegar þau eru kaupað á 55, þá þarna einhverjar 40 milljónir sem verið þá bara tekjuskattur af, þá 48%, eitthvað cirka svoleiðis, sko. Og svo sett á mann álag. Þannig að þetta ekki gott mál og það verður náttúrulega mjög sérstakt, sko. Að þetta fólk sem alltaf að kalla eftir jafnrétti og allir fái sömu meðhöndlun hjá stjórnvöldum ef að það ætla síðan að nýtur þess inn í end að þurfi ekki að borga skattagjöf sem úr hófi.
maður veltir aðeins fyrir sig, hagsmunasamtök heimilanna fóru mikinn og hafa farið mikinn, hafa notið ríkisstyrkja frá stéttarfélögum eins og Vaffer og annað, ég þekki það af eigin raun, hafa verið að taka opinbera slægi fyrir alþýðu manna sem að hefur orðið fyrir ágjöf út af bankahrun á sínum tíma eða einhverjum öðrum áföllum. Það fólk sem að taldi sig verið skjóli hagsmunasamtaka heimilin lítur að horfa á þennan gjörning og spurja af hverju var þessi slagur ekki tekinn fyrir okkur líka fyrst að þetta væri boðið hjá bankan? Ég held sko að ef það svona horti við söguna þá hafi hagsmunasamtök heimilina gert meira ógagn eftir hrun heldur en gagn sko. Maður fékkst nú við mál fjölmargra einstaklinga og gat leitt þau í jörð sko með samkomulagi við bankana en það þýddi ekki það að fólk væri að fá eignirnar tilbaka á einhverju verði sem þau keyptuðu upphaflega. Það var kannski verið að gefa eftir af dráttarvöxtum eða reikna með öðrum vöxtum og það var kannski verið að veita afslátt af höfuðstól bara til þess að ná hlutunum saman. En allt var þetta innan einhverja svona reglna sem að bankinn gat á staði við gagnvart öðrum og þetta var svona það var einhver rök fyrir þessari aðgerð sko sem að tóku mið af því sem var að gerast almennt í samfélaginu. En það að einhver formaður hagsmunasamtaka heimilina geti labbað út með sko stórfelldan hagnað eftir viðskipti við Arion banka. Hagnað sem að engin annar félagsmaður í þeim félagskap fékk sko. En voru þá hagsmunasamtökin bara eins og, ég leif mér að segja, kúgunatæki fyrir einhver að fáa? Sko, maður skal ekki alveg segja með það, sko, en það er náttúrulega, þú ert aðeins að velta fyrir þér eins og nefndir aðan, sko, hvernig hefur bankinn nálgast þetta mál. Og það sem að gerist þarna er að þegar banki fær eignina eftir nauðungarsöluna og næsta skref hefði að öllu jöfnu verið hvað? Jú, að ná eigninni og koma manni þannig að það var að selja hana. Til þess hefðu íbúar hússins þurft að yfirgefa húsið. En það liggur fyrir að þau eru þarna eitthvað áfram, semja vísum einhverja leigu og svo framvegis. En það sem að stendur eftir er að hvernig það hefði allt saman farið. Þá í slíkum aðstæðum á svo sem á eignina, sem bankinu styrfli, það er eina úrræði að fara í það sem kallast útburð, sem er auðvitað ekki skemmtileg leið, en auðvitað þarf að gera það og mörg dæmi það og mig svona, maður óneitanlega veltir í fyrir sér, skulum við segja, hvort að það hafi verið faktor í málinu. Lagði bankinn bara einfaldlega ekki í þetta. Vitandi það að þarna er formaður hagsmunasamtaka heimilana fyrir, það verður hópur fólks þarna mættur og það verður allt í beinni útsendingu og menn verðleggi bara óþægindin að þessu einhvern veginn þannig? Hvað sér við? Menn verðlagt óþægindin? Já, manni lætur sér þetta í hug sko, en það er náttúrulega orðið, eins og segir, þetta er náttúrulega orðið mjög skrítið ef að það að vera í forsvari fyrir ykkur baráttusamtök sko, er farin að gera það verkum að sko, meðferðin er einhvern veginn öðruvísi sko. Og hlýtur nú að vera akkurat þvert á það sem að svona samtök eiga að standa fyrir og ganga út á sko. Og það er, ég get alveg tekið undir margt sem Sigurður segir þetta sko, það er náttúrulega, mann ekki nákvæmlega hvernig þessi samtök koma til en einhverja svona minnskosti raddir hérna innan hús og aðilar hérna innan hús, eða innan félagsins sko voru nú mjög framalega í því sem hétt borga ekki hreyfingin eftir hrun sko, en hvatti fólk og bara markvisst talaði því ekki borga krónu á lánunum og ráðlegging sem kom heldur betur í bakið af fólki síðan mér því að eins og dóma fordæmi Hæstaréttar fór á endanum sko að þá var einmitt hort til, þá hafði einmitt verið mjög gott að vera að borga lánunum sko því að þá naustu svo kallara fullnaða kvittana, þetta verður svolítið tæknilegt en það var ráðlegging sko sem svona kom dálítið í hausinn á mörgum sko. Þannig að skaðinn sem að þú talar hann birtist kannski í því líka sem að svona samtök eða baráttuhópar hafa valdið fólki með rangari ráðgjöf? Já, ég held að það hefur verið sko ekki góð ráðgjöf og þetta var svona eiginlega samtök þar sem að voru rekin áfram á heftinni vegna hrunsins, þar að segja það var ekki verið að skoða málefnin eða leitað málefnarlegum lausnum fyrir þann hóp fólk sem að fór illa út úr hruninu. Heldur var þetta svona meiri upprópanir og eins og ég segi, enginn af þeim sem að ég var að vinna fyrir sem voru þó nokkru margir einstaklingar, þeir nutu neins góðs að því sem að hagsmunasamtök heimilina voru að gera sko.
það var bara að semja þar auglítis við bankana við aðstæður eins og þessar. Það var búið að selja ofan af fólki og hérna þá gastu þetta samið það eða gert kröfu það að fá að leigja húsnæðið eftir sýslumaður það ákvað þá bara fengir að leigja og þurfti þá að borga leigu, þá varstu líka að standa við að borga leiguna. Og hérna árun saman sátu þau í þessu húsi á þess að greiða krónu. Þannig að það hluti þá væntanlega einhvers konar gjafagjörningi líka. Já, það orðið mjög skrítið að þetta fara að valda því að bankar þeir gengu fast fram. Það er enginn að gera lítið úr því. Þeir gengu og köflum allt og fast fram eftir hrun. Staðið á því. En það orðið mjög skrítið síðan að sjá það að svo eru svona einhver tilfelli þar sem að svona útkoma verður sem er hérna náttúrulega ótrúlega sérstakt og aftur ofan á allt þetta fannst mér þetta dómsmál svo skrítið í stað þess að leyfa þessu nú bara liggja. Þau virðast ekki að átta sig á því hvers konar lottóvinningur þetta hefur verið því að þau síðan farið þetta dómsmál sem þau tapa mjög svona örugglega eins og maður segir. En það er það málafafstur sem að kemur þessu öll upp á yfirborðið, annars væru við ekki að eiga þetta samtal hér. Nei, ég meina málið er náttúrulega sérstakt út af fyrir sig og dómurinn er ágætur það er að segja að Þorsteinn fer mjög vel yfir þetta og segir þetta sé bara eiginlega rakalust vættingur, það er svona eiginlega niðurstaðan með fínni orðum hans Já. En þetta er líka að fara að verða svolítið, ef ég má kannski aðeins setja þetta í stærra samhengi, þetta er að verða svolítið svona, við vorum að rifja upp hérna, þá byrja, ég held að ríkisstjórnin sé akkúrat 3 mánaða í dag Já, tók við 21. desember. Já, og þetta er einhvern veginn maður er svona fann að spyrja sig svona oftar og oftar með flokk fólksins og hans tilveru þarna og þetta samstarf í ríkisstjórninni. Þetta er einhvern veginn hver uppákoman á fætur annari og hvar liggja þessi mörk fyrir flokka eins og Samfylkingun og Viðreisn sem að gefa sér nú mikið út fyrir það að vera ábyrgir flokkar og standa gegn hvers konar öfgum og hvers konar populisma og svo framvegis. En leiða til valda flokk sem að hefur þetta er ekki eitt það er allt, það er farið yfir öll mörk, það er engin virðing fyrir neinum svona einhverjum línum í þjóðfélaginu Neyðarsjóðir. Já, og ég meina þetta er búið að vera það er styrkjamálið, það eru Strandveiðar Sigurjóns og tilraun til að taka ykkur af styrkjum fyrir sem er að takast. Ég meina það eru dæmi þetta furðulega málum formann flokksins sem formann flokks fólksins fer og hringir í skólastjóran með einhverjum áæningum það að hún þekki til í lögreglunni af því að það fundust ekki einhverju skór barnabarnsins Það er mál Ragnars Þórs sem að fær myndarlega neyðarsjóð eða biðlaun þráttur hann síðan að fara í starf með hærri laun þráttur þetta sé það sama og hann gagnrýndi sinn forvera mjög harkalega fyrir svo er þetta mál Ásthildar með þessi ummæli hennar dómskerfið og þetta furðulega mál hennar og svo þetta núna afsögnin í gær þetta eru 3 mánuðir 90 dagar og jólin voru inn í því Blessuð jólin Ég spáði því bara á bylgjunni eitthvað rétt í kringum myndun stjórnarinnar að hún myndi kannski lifa 6 mánuði. Það eru konur 3 og það er bara búin að vera vandræði og þessi ríkisstjórn, hún hefur ekki komið neinu máli á dagskrá sem skiptir máli vegna þess að í fyrsta lagi náttúrulega var þingið tók til starfa fyrir 28. janúar, síðan kom kjördæmavika og síðan hefur ríkisstjórnin verið upptekin því að reyna að slökkva elda sem að flokks fólksins hafa kveikt allt í kringum hana og það er bara spurning hversu lengi Þorgerður Katrín og Kristrún geta unað því að reyna að hafa svona fólk innanborðs í ríkisstjórn og eiga treysta á stuðning þess Þú veist ekkert þetta er náttúrulega flokkur fólksins hefur engin stefnumál. Það er engin stefnuskrá í þessum flokki. Þetta er bara það sem Ingu Sæland dettur í hug hverju sinni og hvað hún hrópar og hinn hrópar bara með henni. Það er búið að snúa ef þú horfir bara það sem hún sagði fyrir kosningar og það sem hún segir eftir kosningar, það er búið að snúa öll á hvolf. Hvað er Kristrún að hugsa núna? Ég meina, er stjórnin á brauðfótum eftir þessu uppákomu? Kristrún hlýtur að vera mjög óhress með þetta hvernig þetta hefur spilast og það er náttúrulega komin mikið spurningum inn á hennar borð
Þetta beinist einmitt ekki bara Ásthildi, heldur líka embættisfærslu hennar sem forsætisráðherra. Já, ég meina þessi kona leitar til óskar eftir fundi með forsætisráðherra. Fyrst vísu, ef maður skilur máli rétt sko bara svona óskar eftir fundi, en svo einhverjum dögum síðan kemur lýsing á öllu málinu. Það ekki brugðist við. Ég held að sem þess að komi fram að það fundir hafnað. Já. Á sama tíma má þessi kona búa við það að Ásthildur Lóa er hringjandi í hana daginn út og inn, bankar upp á heima hjá henni og og það ekki fyrir en síðan við í gær þegar allt fyrir á yfirsnúning þegar fólk sko verist átt að því að fara inn á RÚV og málið að springa í loft upp sko. Þannig að þú veist þetta mjög svona sérkennilega á þessu tekið og maður hlýtur að spyrja sig sko. Þannig ég ætla að stíga fram og láta einhvern forsætisráðherra vita af einhverjum upplýsingum sko. Ég heyri síðan þetta ekkert frá forsætisráðherra en andlagu upplýsingarna sko sem ég að koma áleiðis, hann er þetta mættur í garðinni hjá mér að banka upp á. Hvers konar ástand er þetta? Kristrún á blaðamannafundi sent í gærkvöldi talaði ótt og títt einkafund með forsætisráðherra og sagði að því hefði verið hafnað. Erum við ekki, ég held að við byggjum í þannig samfélagi að þegar svona mál kemur upp á og fólk leitaði ásjár valdamann og þá væri reynt að bregðast við því. Er þetta breyttur heimur? Nei, ég held nú að ef þú vilt fá viðtalið forsætisráðherra og vilt að það sé gætt trúnaðar það viðtal, þó segir að annar ráðherra megi vera þar, þá sé ekki alveg sjálfgefið að forsætisráðherra megi að láta aðstoðarmenn hafa samband við aðstoðarmann hins ráðherra sem segja að það sé einhvern erindi. Og eins og Árni segir þá er þetta mjög merkilegt að Þórdís Lóa, Ásthildur Lóa segist hafa fengið upplýsingar hver það væri, hún fer að hringja heim til hennar og nær sambandi við einu sinni og svo svarar hún ekki í tvígang og þá ákveður hún að fara heim til hennar. Vitið hvar fekk hún allar þessar upplýsingar ef hún fekk ekki verið á forsætisráðherra eða úr því ráðuneyti og forsætisráðherra ber auðvitað ábyrgð á því ráðuneyti að því að segja að einhver aðstoðarmaður hafi gert eitthvað sko. Nei. Sem lögfræðingar þegar þið horfið á málið sem slíkt, þar sé inntak þessa uppákomu 1989, þar sem að er einhvers konar aðstöðumunur milli 22 og 15 ára einstaklings. Hvað segja lögin okkur þetta? Já sko, þetta erfitt að segja til þetta svona úr bara hafandi lesið þetta í fjölmiðlum og þetta veit maður ekki hvað nákvæmlega gekk á þarna en það hafa verið og er í hegningarlögum og hefur verið lengi í ákvæðum með maður 198. grein í dag að það vart í trúnaðarsambandi við aðila og það sé stað einhver kynferðismök eða samræði innan þess eða kynferðislegt samband að þá getur það verið refsivert í sjálfu sér. Svo er sérstaklega hnýtt á því að ef er að ræða aðila yngri en sko 18 ára, þannig er ákvæðið í dag, að þá sé þá er refsi þynging. Og aftur, ég ætla ekki að fara fullir það einnig neitt hvernig þetta var, en ég bara maður bara að segja þetta ákvæðið til staðar og svona málsatvikina minnskosti svona eru þarna einhvers staðar á sveimi, vekja spurningar. Og þetta á það sérstaklega við þegar að er að ræða mannesku sem er í því embætti að vera barnamálar á þeirra og þetta auðvitað bara maður eiginlega fer nú bara tilbaka líka þegar ríkisstjórnin er mynduð sko var hvers konar dómgreindabrestur að flagga þess ekki strax í byrjun og fá kannski einhvern annan í þetta embætti sko. Já, hún hefur nú þetta lýst í að hún telji ekkert athugavert við þetta þannig að þú flaggar ekki því sem þú telur ekki athugavert. Það er þetta mjög merkilega afstaða hennar í þessu máli að sko hún var ekki að segja af sér vegna þess að hún taldi sig hafa gert neitt rangt heldur bara vegna þess að hún var í slæmu fjölmiðlaumhverfi sko. Einmitt. Og þetta var allt sem að og hún var ekkert að biðjast sjálfsér afsökunar því að hún hefði hjólað í dómstóluna eða bara vegna þess að hún taldi það svona gott fyrir bara sjálfa sig sko eitthvað en ekki að skipta einhver máli. Eins og menn segja ég get beðist afsökunar ef þú vilt það. Já. Svona efsökun. Já. En þessi mál eru vantarlega öll fyrnd og annað, þetta er ekki mál sem eru tekin upp áratugum síðar til rannsóknar eða annað slíkt. Nei, það er nú ólíklegt sko, mjög hæpið en og ég held að sé nú kannski ekki verið að halda því beint fram en að vísu er ákvæðið dálítið náttúrulega er nefnt bara ákveðin aldursmörk en að vísu svo er spurning, hún hefur nú líka eitthvað dregið úr því að þau hafi
hvernig hennar samband við hennan dreng á sínum tíma hefur verið. En aftur þetta eru hluti sem auðvitað bara þyrfti að og erfitt að kannski að segja mikið til núna en ég á kannski ekki vona því beint en þetta er auðvitað alveg ótrúlegt og maður sá nú bara þegar við vorum að labba hérna inn að þegar nú erlendir fjölmiðlar eru byrjaðir að pikka þetta upp hver af öðrum sko og fyrirsagnirnar náttúrulega skrifa sig sjálfar í þessu sko. Þetta er að verða einhver Þetta er ekki farsi sko. Gott fyrir horfstýr landsins. Nei, það er líka sko, svo merkilegt hvernig umræðan sko, maður sá það strax í gærkvöldi sko að þá fór svona vinstra fólki sem að vill að ríkisstjórnin haldi áfram og svona alls baráttu fólki, hlakka til að heyra í Drífu Snædal. Já. Því að hún hefur alltaf verið kölluð til sko í Kastljósi ef að hefur komið upp einhvern mál sem varðar karlmenn og meint kynferðisofbeldi þeirra eða brot gegn einhverju fólki. En í gærkvöldi var komin upp þessi umræða sko að þetta yrði að horfa til tíðarandans eins og hann var þegar þessi atvik áttu sér stað. En í öllum MeToo-sögunum var ekkert verið að horfa til tíðarandans eins og hann var þegar að einhverjar meintar MeToo-sögur höfðu átt sér stað. Það var bara allt annað tíðarandi og konur hafa verið að berjast fyrir því að fá jafnrétti og í dag hér er minna gert heldur en var kannski gert fyrir 10 árum eða 20 árum. En enga síður hafa allir þessir sem hafa verið taldir brotlegir verið svona teknir bæði beint og óbeint af lífi. Það hafa verið haldnar bara senur í borgarleikhúsum sem fólk hefur sagt að það hafi orðið fyrir kynferðislega áreiti fyrir 15 árum eða 20 árum og einhver ótilhlýðilegri hegðun. Auðvitað er þetta ótilhlýðileg hegðun alveg burt séð frá því hver var tíðarendur en þetta var refsivert í samkvæmt hegningalögum. Þetta var ótilhlýðilegt 1989 eins og það er í dag. Já. En hún segir af sér sem barnamálaráðherra út á óþægu fjölmiðlaumhverfi. Ég tek nú sérstaklega fram að Morgunblaðið þetta átti ekki upptöksing hér sem ágætt. Ég ger ráð fyrir að Inga Sæland muni núna leggja það til að Ríkisútvarpið verið lagt niður. En hvað með þingsætið? Ég meina, ef þetta er refsivert á þeim tíma og annað, getur Ásthildur Lóa setið á löggjafarþinginu eftir þetta? Þetta eftir náttúrulega bara að víkja alveg úr starfi, sko. Ég meina, hún hefur ekkert traust. Ég get ekki ímyndir að þjóðin treysti svona manni, sko. Og mér finnst mjög merkilegt ef að samstarfsaðilarinnar og þeir sem að sitja þessa vikulegu þriggja þingflokka fundi, ég er að segja að þetta er stelpustjórnin er svo vel uppbyggð að þar mæta allir þingmenn saman á fundi einu sinni viku þau ekki einu sinni mánuði til þess að stilla saman strengi sína og byttu ætlaðu þú bara gútera það að vera með ráðherra sem að er búin að þingmann sem er búin að segja sér ráðherra þess að hann var ekki með sæmilegt hátterni fyrir 30 árum sko. Gagnvart barni. Já. Ég meina spurningi sem kannski stendur eftir sko ég meina fallast samstarfsflokkarnir og kannski aðrir í flokki fólksins á að þetta sé eingöngu óheppilegt út af erfiðu fjölmiðlaumhverfi. Það er svona nokkurn veginn línan sem ráðherrann gaf út í gær. Það er stóra máli. Og maður kaupir þetta nú ekki alveg sko, ég ekki það. En það er fróðlegt að sjá hvað Kristrún og Þorgerður og Inga segjum það. Þannig er það ásættanlegt svar, þetta hefur verið allt gott og blessað. Hún er nú meira þess að gengur nú, það er nú svolítið sérstök, það var nú löngu yfirlýsing sem hún sendi í morgun, Ásthildur Lóa. Og það er nú ekki hægt að sjá annað en að hún sé nú dálítið að varpa sökin yfir á hennan mann, hennan bassföðu sinn. Hann hafi verið eldirhellir. Hann hafi verið eldirhellir og þar fram til göttunum og mjög aðgangsharður og svo framvegis sko. Og þetta er allt hið furðulegasta mál og ég ætla nú að lega mér að spá því að hún eigi nú ekki eftir að vera lengi á þingi sko. Það kemur allt í ljós við fylgjum þessu máli auðvitað eftir á vettvangi MBL og Morgunblaðsins. Sigurður G. Guðjónsson og Árni Helgason, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þessi 2 óskyldu en þó skyldu mál. Takk. Hér eftir örfá sekúndur, Guðni Ágúst. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm.
Sportís, Skeifan 11. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio, einfaldari útgjöld. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Poulsen.is. Ímyndaðu þér heim þar sem eru engar hindranir og engin takmörk. Opnaðu á alla möguleika með alrafmögnuðum Kia EV9. Askja. Komið þið sæla nýju. Nú fellum við talið málefni Ásthildar Lóu, enda ber hér í bakkafullan lækinn. Hingað hins vegar kominn góður gestur alla leið frá Selfossi. Hann reyndar á leiðinni norður í land, þar sem Framsóknarflokkurinn hyggst ráða ráðum sínum á Hótel Kea núna helgina. Guðni Ágússon, fyrrum formaður Framsóknarflokksins og landbúnaðarráðherra með meiru, hann skrifaði, leyfi ég mér að segja, nokkuð merkjaða grein í Morgunblaðið fyrir viku síðan, 13. mars, þar sem hann kallar eftir endurreisn Framsóknarflokksins og það broddur í þessari grein eins og gefur að skilja. Blessaðu Guðni. Sællverð. Þessi grein vakti talsvert mikla athygli. Já, já. Hefur sett svolítið, leyfi mér að segja, hítaran á formannin Sigurð Inga. Já, og flokkinn og mig. Líka? Já, já, já. Hefur orðið fyrir ágjöf? Ég fengi gríðarleg viðbrögð og góð yfirleitt, en greinin auðvitað orkar tvímælis segja margir og mörgum líkar vel en öðrum finnst ég hafi þar vegið að, en þetta nú fyrst og fremst ákall endurreisn Framsóknarflokksins. Flokkurinn 109 ára, hann elstur allra flokka. Já, já. Hann 3 árum yngri en Morgunblaðið reyndar, svo að því sé haldið til haga. Já. Þér niðri fyrir. Já. Hvernig lýsirðu stöðunni? Sko, ég nú búinn að fylgjast með pólitík lengur en nokkur annar. 7 ára gamall var ég þegar faðir minn fór á þing 56. Síðan hefur fylgst með 22 alþingiskosningum, meira og minna, og verið þáttakandi lengst af og baráttumaður flokks. Og alltaf fyrir Framsóknarflokkinn? Já. Það kannski munað einhvern tíma litlu og ég í kommi, en Guð forðaði mig frá því. Guð góður. Já, Guð góður. En ég hef miklar áhyggjur. Ég held að nú höfum við gengið í gegnum einhverja mestu breytingakostningar sem ég hef upplifað. Tvisvar á þessu tímabili hefur verið núna og þegar Jóhann og Steingrímur mynduðu stjórn án þess að Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn væru viðstaddir ríkisstjórnina. Þannig ég held að séu miklir breytingar og miklir erfiðleikar og það sem hefur breyst í þessum kostningum að vinstrið dáið, þið róttæk, Alþýðubandalagið vinstri grænir og farnir, þeir fjallu. Og fylgihnettirnir, píratarnir og það fólk. Og það allt saman. Og hægrið, það er allt komið í rauninni inn svona á miðjuna, í hægrið, vinstrið, allir flokkarnir. Þannig að það þröngt Framsóknarflokkin. Það kallt á honum. Og hann fekk sína verstu kosningar sem hann fengið á lífstíð sinni. Fekk 3 menn kjörna á landsbyggðinni og 2 til viðbótar inn af fylgi höfuðborgarsvæði sem féll dautt niður. 3 glæsilegi ráðherrar okkar sem gátu sér gott orð. Varaformaður flokksins og ritari. Og varaformaður og ritari og frábæri heilbrigðisráðherrar féllu. Og 8 þingmenn fóru í hafið. Og auðvitað skúta Framsóknarflokksins í brimgarði. Hún löskuð? Auðvitað hún löskuð. Ég tel að, og segi þessari grein, að mér finnst ekkert markvert það var gert. Eða væri Morgunblaðið sem var að fara á hausinn, eða Eimskip, eða Samskip, eða Icelandair. Það voru neyðarfundir í stjórn, kjörin í stjórn fyrirtækis endurreisn. Ég hef ekki orðið varfið þá endurreisn, menn svona tíminn hefur liðið og menn eru farin að láta eins og þetta sé ekkert mál. Einar Þorsteinsson vann stærsta sigur Framsóknarflokksins í borgarstjórnarkosningum, var borgarstjóri. Hann sá sitt óvænna þegar hinn
Slóttogi og Klóki. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson fór inn á þing og sagði sér frá. Þannig að þar fóru völdin og tækifærin líka. En hann kannski í betri málum að hafa losað sig frá því sem hann gerði. Því ég held að hann flokkurinn hafi gert þetta mikil mistök að hingra ekki og nota sína stöðu betur þegar 4 menn voru komnir inn heldur hann að setjast í fangið á deginn. Myndi ekki, eða tjastla ekki upp á þann meirihluta sem þá hafði fallið. Já. En þú segir það hafa ekki verið haldnir neyðarfundir. Er ekki eðlilegt við þessar aðstæður þegar ný ríkisstjórn tekur við, þingið tiltölulega nýkomið saman, hvert risa hneykslismálið hefur rekið annað á vettvangi ríkisstjórnarinnar, að menn bíði átekta? Er ástæða til þess að draga athyglinna að Framsóknarflokknum í þeim aðstæðum, jafnvel þó að staðan sé ekki björguleg? Sko, ég held náttúrulega að það hafi verið skrifað 100 greinar endurreisn Sjálfstæðisflokksins í Morgunblaðið frá kosningum. Hann hefur gengið í gegnum landsfund og sópað að sér fólki, baráttumönnum og kosið sér nýja stjórn. Mikilfenglegur stjórnmálamaður sem var mjög orðinn umdeildur og rægður, Bjarni Benediktsson, hvarf af vettvangi, nýforysta. Þannig að... Er útlitið bjartar á þeim vettvangi heldur en hjá Framsóknarmönnum? Það bjartar á eftir þegar mann búin að skipa sínu liði til framtíðar. Við bjuggum við það eins og sjálfstæðismenn búa við að við erum með dótturflokk eða systurflokka. Miðflokkurinn vann stóran sigur. Hann er með 8 þingmenn. Þar af að ég segi 5 framsóknarmenn í sínu liði af 8. Sjálfstæðisflokkurinn glímir við Viðreisn sem brot út úr honum. Þannig að þetta torveldar allt það að við getum bara haldið að við stökkum upp og verðum vinsælir aftur. Þess vegna ég að leggja til í Framsóknarflokknum, ég auðvitað skora á formanninn að halda fast utan stjórn sína og á miðstjórnarfundinum verði að skipa framtíðar nefnd, nokkur konar Þorgeir ljósvetningaskoða sem að þú þekkir sem kristinn maður frá Þingvöllum, var lagður undir það var heiðnimaðurinn og svona 3 á hvorn vanginn með hún til að vinna með stjórn flokksins og lítilfólki flokksins núna eins og í 6 mánuði fram að næsta miðstjórnarfundi og svo flokkslýting í framhaldinu. Verður slík nefnd mögulega á teikniborðinu á fundinum á KEA helgina? Ég vona það. Menn verður að gera eitthvað róttækt og ég held að slík nefnd myndi vera mjög mikilvæg með forystunni. Sko, hér stend ég og get ekki annað, sagði vitur maður. Á kirkjuþinginu í Worms? Já. Og nú stendur Sigurður Ingi hér og getur ekkert annað. Hann náði kjöri, hann er rétt kjörinn formaður og það má segja að það er fagnaðarefni að hvorki Lilja né Ásmundur hafa sagt af sér. Hann er ritari og fer með flokkstarfið, hún er varaformaður. Þetta er fólkið í borðum Kútter Framsókn sem að berst nú í brimgarðinum og þarf að ná krafti í seglinn. Því hann er sá flokkur sem á kannski flesta sveitarstjórnarmenn á Íslandi. Hann á 104 undir merkjum sínum, svo mjög mikið af framsóknarflokki í sveitarfélögum sem kjósa ekki pólitískt. Þannig hann Sigurður Ingi og Lilja unnu stóra sigra 21 í alþingiskosningum, glæsilega. Og aftur í sveitarstjórnarkosningum 22, hann staðist í sögu flokksins. 2 árum síðar er flokkurinn nánast í útrýmingarhættu. Sigurður Ingi vann og Lilja unnu glæsilegan kosningasigur 17 í baráttunni við Sigmund Davíð sem hafði verið mjög vinsæll foringi Framsóknarflokksins í endurreisnarstarfinu eftir Jóhannu og Stengrím tóku við, Bjarni Benedikt og Sigmundur Davíð. Sigurður Ingi var þá varaformaður. Þetta fólk vann náttúrulega sterkustu hlutum í endurreisn landsins, gaf ungu fólki þann draum að lækka skuldir heimilanna og tók hrægamma sjóðina sem var afrek á heimsvísu
þú nefnir Sigmund Davíð og þú nefndir hér áðan miðflokkin sem í harðri samkeppni við Framsóknarflokkin. Já. Voru það mistök á sínu tíma þegar Sigurður Ingi lætur vaða í Sigmund og fellir hann í fólk? Ég held að það veri mikil nauðvörð hjá Sigurði. Ég held að honum hafi ekki verið það ljúft. En nauðsynlegt? En það sem gerðist þegar Sigmundur, og það náttúrulega mjög alvarlegt, að hér skuli hafa komið sænskur öfgamaður, ég vil ekki segja glæpa, tekir ráðherrabústaðinn í 3 daga, fengið hann lánaðan til að undirbúa aftöku á forsætisráðherra Íslands. Og hann gengur í gildruna og málið í 8 vikur í pípan og veit enginn það. Sigmundur Davíð að berjast við það. 3. apríl. Þá það heiminum gert ljóst að æran tekin af forsætisráðherra Íslands og hann raklast frá. En varð Sigurður Ingi að taka þennan slag? Ég stutt hann í því. Ég guðfaðir Sigmundur á margan hátt. Hann var aðstofamaður minn. Hann tala nú alltaf eins og hann hafi verið funding hér af Austfirðingum út á götu. Ég hringdi í Óskar Bergsson og Lilju Dögg sem voru þá í borgarmálum Framsóknar og sagði þið verðið að fá Sigmund í skipulagsmálin og hann fór í vinnu hjá þeim og var formaður skipulagsráðs Framsóknarflokksins. Og svo var hann aðstofamaður minn og reyndist mér mjög vel. Þegar ég var formaður flokksins. Ef það verður af þessari endurreisnarnefnd á fundinum helgina, hvaða veganesti myndir þú búa þeim inn í þá vinnu? Hvað telur þú persónulega að flokkurinn þurfa að gera til þess að ná vopnum sínum? Nú það fyrst og fremst sem það myndi gerast hér á Morgunblaðinu og í Icelandair að menn verða að skipuleggja hvernig ná fluginu aftur. Þeir verða að finna sér, það margt farið úrskeiðis, hvers vegna, við greinum það ekki en hvers vegna fóru kosningarnar eins og það fóru. Því að það getur enginn sagt mér annað en margt var á góðri leið hjá fyrrverandi ríkisstjórn. Vextirnir voru að lækka og þetta var alltaf að koma eins og Sigurður sagði. Bjarni sleit skyndilega. Katrín fór, þá var lítið á að treysta eftir hún fór. Hún var auðvitað orðin eitthvað svona stjarna á Íslandi sem að fór vel með sér starf og það munaði þegar hún fór og var mjög unnið gegn Bjarna. Sigurður hefði sennilega verið heppilegri forsætisráðherra, meiri friður hann, en Bjarni gafst upp, óróa deildin í Sjálfstæðisflokknum slátraði þeirri ríkisstjórn. Það var ofljótt. En gáttu þið setið undir þessu skensi í málinu og öðru slíku þess að... Það var mikil óvissa, ég ætla ekki að fullvelda hvernig þetta hefði farið. En ég held að það sem að slík nefnd myndi gera, hún myndi fara yfir hvað gerðist. Hvar fórum við út af? Ég held að það hafi verið margt í vinnunni. Það sagði við mig ungur stjórnmálamaður, ekki á mínum flokki, ég sagði nú verður þú að greina þetta fyrir mig. Hvað gerðist? Hann sagði Guðni, það einfalt. Framsóknarflokkurinn var ekki að vinna alveg á sinni rót. Að hafa sinn sterkasta ráðherra, varaformanninn, í menningarmálum vinstrimanna. Það gaf ekki fylgi. Henni virtist nú líka það mjög vel. Þó henni gengi þar vel og hún tæki það mikið alvöru og núna saknað. Að hafa sinn næstbesta ráðherra með þá byrði á herðanum að heita barnamálaráðherra. Leyfði börnunum að koma til mín þekkir þú úr. Og hann naut þess nú aldeilis og gerði út á það í allir sinni pólitík. En þessi maður sagði, það getur engin einn borið það verkefni í erfiðu samfélagi barnanna og unglinganna að heita barnamálaráðherra. Það verður ekki leyst 1, 2 og 3. Þannig þetta verkefni margra ráðuneyta. Og hafa síðan sinn albesta ráðherra, Willum Þór í heilbrigðismálum, stóð sér einstaklega vel. Ég kom á heilbrigðisstofnun fyrir stuttu, nokkrum dögum. Þá sagði stúlkan Guðni, veistu hvað ég gerði í kosningu? Ég kaus Framsókn, ég segi, hverju? Willum Þór, menn saknaði hans. Vinnumaður framur hófi. Nei, vinnumaður mjög góður, frábær. Og Sigurður minn, hann hefur auðvitað staðið sér á margan hátt vel, eins og hann gerður.
En ég held að þessi maður hafi bætti við og sagt, hvar var landsbyggðin orðin í umræðunni, grunnurinn? Hvar var atvinnulífið? Það var enginn í flokknum með neitt atvinnulíf. Ekki landbúnaðurinn. Eru Dagar Sigurðar Inga sem formast haldir eða hann maðurinn til þess að leiða þessu? Ég segi nú í þessu viðtali, í þessar grein, að ég efast að hann langi til eða ætlist til að hann leiði flokkin í næstu kosningum eftir 4 ár, skulum segja. 67 ára maður. En þarf þá að skipta honum út strax? Það geti, nei. Ég held að hann hafi gert alveg rétt hann Sigurður að segja ekki af sér. Það hefði menn gert allan heim, sko. En neyðin það stór, hann fór inn, ráðherrarnir fjallu, þannig hann þarf að vinna með sínum þingflokki og landinu öllu, en hann þarf að hafa Lilju Dögg og Ásmund Einar og Willum með í þessu starfi. Þannig að það í rauninni stærsta verkefnið og marka flokknum framtíðarsýn, sjá hvað hann fór út af og hvað hann gerði ekki rétt á síðustu árum. Ég held að hann hafi tekið upp á því að reyna að þoka málum þannig að með því að gerast aðalega talsmaður hér á höfuðborgarsvæði, þá væri hann að skapa flokknum tækifæri. Landið eitt og ég fann það þegar ég var ráðherra, landbúnaðarmála, þá sagði nú Melgir að hann verið nú fljótur að drepa sig á því kallinn. En Ánægjuvoginn sagði alltaf að ég væri mjög sterkur í Reykjavík og í Kraganum. Ég vel í Kraganum jafn sterkur og í mínu kjördæmi. Það nefnilega landið allt sem undir í pólitík. Alltaf? Alltaf landið allt undir í pólitík. Og fólki hér í Reykjavík á minni tíð fór að hugsa sveitina, hestamenn, vildu eiga hænsni og dýr og unnu landinu. Þannig að ég var þáttakandi í stóru ævintýri sem breyti sveitanum. Og nú leggur þú land undir fót upp í Borgarfjörð Norðurárdal, Holtavörðuheiði, Húnavarsýslur, Skagafjörð og á Akureyri. Það verður áhvert að fylgjast með miðstjórnarfundinum helginaguðinni. Góða ferð norður og gangi ykkur vel. Kærar þakkir. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn. Tíðinda mikill dagur og tíðinda mikill vika að baki. Við verðum hér með ykkur að viku liðinni í síðasta lagi, leyfi ég mér að segja. Og við hlökkum til þess. Verið sæl.